Já, komiði sæl, Magnús heit ég, eldhúsmeistaranna. Ég á heimavelli, ég ætla að segja ykkur frá þorramatnum. Æðislegt, það var að byrja og við ætlum að fara í landsveitina og ég ætla að sýna ykkur svona litlar veislur. Við erum rosalega flott. Mínirmenn.is, veisluþjónusta. Flott. Já, komiði sæl álendu góður, þetta eldhúsmeistaranna. Við erum að fara hérna upp í sveit og við ætlum að elda fyrir 200 manns og ég ætla að sýna ykkur hvað við erum að elda. Núna erum við þetta tekið úr stemmu morgun og við erum að fara í kvöld með þorraveislu upp í landsveit. Og ég ætla að sýna ykkur hvað við erum með. Við erum með heil svið, það er ómissandi, bara soðin, flott heil svið. Nú, svo er það súrmaturinn, hérna er þetta bringukollar, við höfum að skera þetta niður og setja þetta á föt. Og svo erum við með hvalrengi, súrsaða hvalrengi, rosalega flott, þetta skerum við líka niður, þetta er svona stóri bitar. Svo erum við með hérna lundabagga, rosalega flottan. Og síðan erum við með súran lifrarpylsu. Og svo erum við líka með hérna blóðmör súrt. Þetta er súrmaturinn. Og svo erum við alltaf með fest. Það er alltaf langvinnsalast þetta feska. Það er nú bara vaninn. En ég ætla að sýna ykkur hérna. Þetta er sviðasölda sem við lögum sjálf. Við sjóðum sviðahausana hérna. Alveg ekstra mikið. Og setjum soðið í. Og þá verður þetta svona hlaupi. Og það er lítið hlaup í þessu og þetta er heimalagað. Við gerum þetta sjálf með rosalega góðu bragði. Svo erum við líka með hérna fest, hérna blóðmör. Við erum með það líka alltaf í minni veislunum. Og fersk hérna lifrarpylsu. Þetta sendum við út í litlu veisluna. Við erum með litlar veislur, 10 manns og fleiri. Við erum ekki með þorraveislur hérna á sjávarbarnum sem ég rek líka, en við seljum í heimahús og í svona veislur. Þetta er voða algengt að fólk taki þetta í vinnuna og svona vinarhópar og svona. Alveg frá 10 manns. Ég er með alveg upp í 250 manns. Ég er með 180 manns í kvöld og 3-4 svona litlar veislur. 10 til 25. Allur útgáfur af þessu. Heyrðu, svo er það hangikjötið, það náttúrulega verður að vera og ég hef haft þetta er vel frá kjötsmiðunni maður og þetta er vel fiturhreinsað en samt frampartur. Það er nú vaninn að hafa þetta vel feitt á þorrunum. Síðan er ég með saltkjötið maður, það er rosalega flott. Við erum með bringukolla, við erum með hryggstykki hérna og við erum með síður, þetta er allt saman og frampartinum og þetta er alveg sér saltað fyrir okkur. Við sjóðum þetta og þetta er með beininu, sko, sjáu þetta er með beini. Saltkjöt með beini, heitt saltkjöt með beini og við sörfum þetta heitt. Hérna og höfum nokkra svona síðubita með og hérna hækilinn og svona og þetta sjóðum við bara rétt áður við berum þetta fram. Þetta fylgir líka með í minni veislunar. Og svo náttúrulega hérna alveg heimalaga rúgbrauð, þetta lögum við sjálf. Þetta tekur hérna 12 tíma að baka þetta í og við erum fræg hérna sjávarbarnum fyrir heimalaga rúgbrauð, ógeðslega flott. Þetta fylgir með líka. Og svo erum við náttúrulega með hérna harfiskinn. Hann er hérna frá harfisölunni, helvíti góður. Sjáu þið hérna. Þetta er alveg svakalega flott og þetta, fólkið alveg fílar þetta alveg í tætlur. Nú, við ætlum að sýna ykkur frá því, skerum þetta niður, setjum þetta á föt, lögum jafning með saltkjötinu og við erum með rófustöppu með þessu og allt, meiri upplýsingar á mínirmenn.is og hérna þið fá að fylgjast með þessu núna. Takk fyrir! Jæja, heyrðu nú vorum við að sitja yfir saltkjötið, feitt og fínt.
Við erum með svona bita úr frampartinum, alls konar. Flotta og fína, vel feita hérna og við setjum þetta bara ofalega til suðu. Saltkjöt beini, vel feitt, það er mikið betra heldur en svona í rúllum og svona. Það verður að vera beini með, það er alvöru. Heyrðu, þá er það sviðinn maður. Búin að sjóða þau vel. Tökum það alltaf svona í tvennt, kjamma og afturpart. Og þá munum þetta hérna, þetta er augun hérna, vinsælast maður og hnakkastykkið hérna, þetta er alltaf vinsælast að þessu. Við skerum þetta svona í sundur. Svo er ekki amalegt maður að halda bara svona einu kjamma maður og vera með svona hníf og éta þetta svona bara beint. Maður verður að vera svolítið eðlilegur þegar maður er að borða þorramat. Jæja, þá er það að skera ferskabandinn. Sjáu þið maður sker þetta svona góðar, þykkar sneiðar. Eitt sagði þegar maður að panta hjá mér, ekki fá svona einhverja svona kokteilpinna mat. Við verðum að hafa þetta stórt og þykkt og fínt. Sjáu þið hérna. Sviðasúltuna, hvað hún er falleg. Það er ekki mikið að hlaupa í henni, hún er rosalega falleg. Og svo er það hérna slátið. Þetta röðum við svona öllu upp. Þetta er ferskt, við erum líka með þetta súrt. Yes! Já, halló! Nú vorum við að fara að leggja af stað í veisluna, í landsveitina og kíkja á sveitavarginn. Það verður gaman. Takk fyrir! Já, ávarandi góðir, eldhúsmeistarana, við erum búin að vera hérna að segja okkur frá þorrablóti í landsveitinni. Það voru æðislega gaman hérna maður, svona lítið og skemmtilegt félagsheimili og 170 manns og búið að ganga rosalega vel. Það var búið að hræða mig svakalega því þau borðuðu svakalega mikið. Jújú, það var borðað vel, en ekki svakalega.
og svo fá þau bara að borða fram eftir nóttu, bara afgangana og rosalega gaman. Ég ætla að fá hérna þorrablótsformanninn og aðeins að fá að heyri í henni og það tókst rosalega vel. Það er gaman að koma svona út á land og gera þorrablót. Við í Mínir menn, veisluþjónusta, við förum hvert á land sem er. Það er mjög gaman að því að koma innan fólk og vera í svona flottum veislum í sveitinni hjá sveitamanninum. Hann er heimilislegur. Takk fyrir. Jæja, áhorfendur góðir, ég er búinn að króa af hérna þorrablótsformanninn. Hvað er nafnið? Anna Björg heiti ég. Anna Björg. Og þú ert bóndi hérna í sveitinni? Já, bóndi hérna í sveitinni. Og beint frá bíli líka, frétt ég? Já, með kindur og hross. Já, og hvaða afurðir ertu að selja hérna líka? Ég er aðalega bara með hrossabjúgu, grafið hrossakjött, saltað hrossakjött og svo bara... Og kallar þetta hrossabjúgu, ekki grjúbán eða eitthvað? Nei, hrossabjúgu bara. Og þetta er hakkað og reykt og alls konar? Já. Ég var að koma í sumar og heimsækja þig og fá meiri útslýsing á þessu. Þú voru að gera það. En það búið rosa gaman að koma til ykkar hérna í sveitina og hérna, þetta er í landsveitinni. Ef þú útskýrir fyrir Íslendinga og verður svo heppir hérna á INN að það er hérna hort á þetta allstaðar á landinu. Já, Landmannalaugar eru Landmannahreppi sem er kölluð landsveit. Og þetta er rétt hjá Galtalæk líka? Já. Já. Þetta er keyrt þarna upp áður en maður kemur á Hellu til dæmis, er það ekki? Jú. Já. Yfir ána? Nei, þú fer ekki yfir ána á Hellu. Já, yfir Þjórsána. Já. Heyrðu, svoleiðis finnir þið í landsveitina. Ég var nú svolítið, núna veit ég alveg hvernig þetta er. Þetta var gaman að koma sér. Já, fekk góða leiðsögn. Já. Heyrðu, en með svona þorrablót, það er svo gaman að sjá, þú veist, það eru svona heimatilbúin skemmtiatriði. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, við höfum bara svo mikið hæfileika ríku fólki og svo sem að skemmtilegt fólk í sveitinni sem hægt er að gera grín af. Það má? Já, það má. Alveg? Já. Ég sá að menn sögðu bara brandara og bara salurinn lág. Já, það er fínt, svoleiðis á að vera. Hvenær byrjar undirbúningur annars svona þorrablóti? Hann byrjar í desember. Já, og er alltaf sami þorrablótsformaðurinn? Nei, það eru 3 nefndir. 3 nefndir sem skiptast hvernig? Já, við erum á 3 ára fresti. Já, og það er sveitamaðurinn? Já, sveitamaðurinn. Ég sé að það eru margir gestir hitt á Reykjavík. Ég var að spyrja, ert þú bóndi? Nei, það var fullt af gestur, þannig að fólk sækir í að koma til ykkar. Já, sumarbústaðafólk og vinir og ættingjar. Vinir og svo, já, það sem er í bústöðunum hérna í kring. Já. Er mikið af sumarbústöðum hérna í kring? Það er bara þó nokkuð, Þó nokkuð sumarbústöðum.
Heyrðu, við erum búin að hafa rosalega gaman að koma til Já, ykkur. og það er bara allir rosalega ánægð með mat. Já, var ekki flottur maturinn? Jú, alveg, nóg af öllu. Það var búið að hræða mig svo mikið, þetta borðaði svo svakalega mikið, en það borðaði nú mjög vel, ég er búin að sjá það. Ok. Og ég skildi bara eftir svona eins og 50 manna fermingaveislu hérna, þannig að þið getið verið að Það fer engin svangur heim? Nei, þið getið verið að narta fram á nótt. Eina sem ég klikkaði á, ég var ekki alveg með nóga hákall, ég kemur með annars meira. Ok, flott. Það kom líka sem við höfum svolítið óvart að ég var með djústektar rækjur. Þær bara flug út. Já, það er Reykvíkingurinn. Það er Reykvíkingurinn. En ég sá það samt sem áður að það var meiri örtrið í súrmátinn, hann var vel borðaður. Já. Ég tók alveg eftir því. Fólk kann alveg að meta hann. Og gamla góða þorramatinn. Og ég sagði bara á ekki að fá sér steik, Byrjum á þorramatnum. Steikin er alltaf á sunnudögum hérna hjá okkur, hvað sem er. Já. Þannig að það bara, og svo verðið þið bara áfram núna að djamma. Bara fram eftir nóttu. Og hvað? Fram að fjósmáli. Já, klukkan 7 fyrramálið. Nei, það má víst ekki orðið. Það má ekki? Það ekki. Ég sá löggur hérna alltaf, hún að passa upp á okkur. Já, hún kemur og kíkir á okkur. Já, þannig að þið farið heim áður en mjöltindan byrja. Já, hún býr nú líka samt hérna í sveitinni. Já, þannig að það gerir þetta. Já, þetta er fínt, já. Já, en þetta var nú oft í gamla daga, fólk var nú að skemmta sér bara, það tók þig ekki að fara að sofa, þá bara á beint í fjósið. 4. Já, þá tekur þig ekki að fara að sofa og bara beint í fjósið. Já, mjög fínt. Heyrðu, við þökkum henni rosalega vel fyrir. Anna Björk, hvað heitir sveitabærin? Hrólstaðahellir. Hrólstaðahellir, og hvað heitir félagsheimili sem við erum í hérna? Brúalundur. Brúalundur, og er þetta eldgamalt félagsheimili? Já, þetta er orðið freka gamalt, en kannski ekki svo. En svo er þetta leigt út á sumrin líka. Já, fyrir alls konar. Já. Og mér fannst einmitt svo gaman við þetta er svona heimilislegt og sveit og svona. Já, lítið og þröngt og, já, það skiptir engu máli. Já, og ég spurði þau hvað og komast allir fyrir, já, og bara, þú veist, þetta stóðst allt eftir og allir og rólegir og þetta gekk rosalega vel. Já. Gaman að koma til ykkar. Takk fyrir að koma. Þetta var bara flott. Bless.